Ágætu elskuðu vinir, enn eru við saman komin á staðinn okkar til þess að heyra hvað Guð vill segja við ykkur í þessum degi og við væntum auðvitað uppbyggingar og góðs eins frá honum og honum annt trúna mína og vill auðvitað hún vaxi og eflist en dvíni ekki og slokkni. Bæði í stöðinni. Við getum bæði farið í báðar áttir með þetta allt saman en að minnka í trúni er sama raunverulega og að gefa eftir af því sem maður á og er gott og það er ekki ásættanlegt nokkri manneskju að hún gefi eftir af því sem er gott og er eitthvað sem hún veit að gerir henni gott. Það er alltaf það versta í raun og veru sem maðurinn gerir. Hann á alltaf að miða við það að fá meira af því góða sem hann getur notað og nýtt sér. Og þess vegna líka situr hann við fætur drottins með reglulegu millibili til þess að næra sig af því sem að drottins er. Og þetta eru svo sem orð sem ofta hafa verið sögð og eru alltaf verið að segja og endurtaka og ítrekka að því einu að það er bara full þörf á því. Það er full þörf á því hvort sem er fyrir mig að þig að fá slíka uppörfun vegna þess að drottinn sjálfur er að uppörfa mig og þig með þessum hætti. Þannig að við getum alltaf komist á einhvern stað þar sem uppörfuninni er fyrir að fara. Hún er kannski ekki endilega á alltaf í kringum okkur, en það er engin afsökun fyrir því að vera bara óuppörfuð manneskja, þá leitar maður bara til drottins sjálfs og þar er hún. Hvernig gerum við það? Við gerum það með margvíslegum hætti. Ein aðferðin er að biðja til hans. Önnur aðferðin er að taka fram bókin og lesa. Þriðja aðferðin er að fara í kirkju eða hvað sem við gerum. Þetta er allt þar. Og svo eigum við kannski líka góða kristna vini sem við getum leitað til ef við viljum það. Þannig að með öðrum orðum, þá er trúin eins og við erum ofta að tala um hér, að þá er trúin í vinna. Við verðum að hafa fyrir okkar trú. Það er svona blessunin líka í þessu vegna þess að drottinn vill ekki að ég sé starfslaus í minni trú. Hann gerir mér það ljóst með margvíslegum hætti og sýnir mér það aftur og aftur að það að trú á sig, á Jesú, getur verið mikil vinna. Og ég þarf að vita ákveðið sem ég þarf að gera til þess að ég fái, við vorum að tala hér áðan uppörfun og svona, sem að við viljum fá öll og höfum alveg fullan rétt á og fáum þegar við leitum inn á rétt svæði. Því að uppörfunin er á vissum svæðum, hún er ekkert allstaðar og það vitum við mjög vel, en hún er á vissum svæðum og hver er þessu svæði? Við nefndum áðan nokkur atriði, við nefndum bæninu, við nefndum lesturinn, við nefndum kirkjuna og við nefndum kristna vini. Þetta eru svæðin. Þarna alltíðend er meiri vondi þess að fá þessa uppörfun sem að drífur hjartasóltið í gang, heldur en væri það sem að fussið og svegið hefur gegnsýrt allt. Og það er mikið að fussið og svegið í heiminum, við vitum allt það, að því heimurinn er fallinn. Og hvað ætla ég sem kristinn maður að sækja þangað? Já, ég spyr. Ég hef ekkert þangað að sækja. Ég var einu sinni í heiminum og ég þekki hann út og inn. En núna eftir að drottinn náðaði mig og blessaði mig inn í sitt ríki, hef ég líka kynnst hinni hliðinu þessara hlið og geti tala svona eins og ég tala og sagt fullum fetum að blessunin og uppörfunin býr á vissum svæðum sem ég þarf að vita Og þarna erum við komnir að einni ástæðinu þess að við erum að læra, við erum að nema, við erum að fá svona, undirstrikun og ýmsu sem drottinn vill að við vitum í dag. Því að það að fá uppörfun frá fólki og Kristi og öllum, það getur verið algjörlega svo vítamínsprauta sem við þurfum akkurat í þessum degi. En þessi vítamínsprauta, hún er ekkit hvar sem er. Nei, hún er þar sem að uppörfun er. Því uppörfunin sjálf sem slík, hún er þessi vítamínsprauta sem að drífur okkur svolítið á stað aftur. Og við fáum trúna aftur, við fáum trúna tilbaka, við fáum kraftin tilbaka
sem að kannski vonleysi svolítið var byrjað að slakva. Vonleysi vond tilfinning vegna þess að hún hefur svo mikla burði til þess að soga úr okkur ýmislegt sem að trúin alltaf að reyna að byggja upp og láta vaksa og festa dýpri rætur. Því að það svo mikill atgangur í lífinu, það ráðist og svo margt í okkur sem að heiti líf og alltaf verður að reyna að rífa það frá okkur. Og þá, ef við leifum það, ef við stöndum ekki vörðum þessi góðu gildi sem við eigum, þá gæti svo farið að við þurfum að missa af og þá byrjar þetta vonleysi að koma yfir og vonleysi bara annað orð yfir það að við erum að soga allt frá okkur sem heitir líf, ekki rétt? Ert þú glaðasta manneskjan í öllum heiminum leið þú ert að burðast með vonleysi? Alltaf sé nú ekki hitt heldur, en vonleysi getur alveg breyst í von. Og þar líka staður sem þú ferð á til þess að fá vonina. Hún staður uppörfunarinnar, hún staður bænarinnar, hún staður lestusins, hún staður kirkjuna og kristina vina sem eru sannarlega kristnir vinir þínir sem að lifa og eru dánir sjálfum sér. Það fullt af svoleiðis fólki sem að Kristur á í þessari borg sem þú getur að leita til. En svo það spurningin, til hverra ertu að leita til að fá þetta? Eða ertu kannski einn af þeim sem að gera ekki neitt þegar þetta kemur yfir þig og bara situr í þínu vonleysi, í þínu döpru hugsunum og bara ert þar. Það svo sem alveg hægt að fara þá leið með sjálfum sig, en það mun uppörfurinn aldrei taka í mál. Hún væri þá ekki uppörfun ef hún vildi ekki drífa þig upp af þessum stað. Og hér uppörfun, hér hvatning til þig fyrir þig að standa og fætur og ok, hvað viltu gera? Og farðu svo bara og gerðu það. Því það mun alveg pottjætt hleypa lífi í hjartaði, að því það líf í þessu. Við þurfum, hvorki ég að þú að setjast niður í einhverja depurð og slíkar tilfinningar, þú getum við alveg fært okkur til, staðið og fætur og komið okkur þanga þar sem að svona eilítið meira líf og fúttir í hlutunum. Og þá fyrir andlitið aftur að brosa og augun verða hýrleg og glaðleg og hendurna byrja eða fá fúsleika til þess að starfa. Og þá allavega gleymur þér stund og þú ferði í eitthvað verkefni sem þú kannski lengi búin að hundsa og fresta og svo því það að baki og þú sest með kaffibóllaðinn og ert glöð manneskja. Þetta þekkjum við líka. En svona efni, það getur minnt okkur á svo margt sem gott í okkar fari, sem við numið, sem gott og gagnleg. En við þekkjum báða staðina og við vitum hvað getur verið erfitt að koma sér af stað vonleysis, þar sem allt bara, híminn enn einu sinni að fara, hann alltaf með reglulegu millibili að farast hjá okkur, en samt ferst hann aldrei. Þetta bara ástand sem á mér, sem ég vil rífa mig upp úr. Og þetta staðurinn. Staður uppörfunarinnar, staður orðsins, staðurinn sem Jesú Kristus sjálfur mætir á, því hann ekkert að fara neitt. Það engin bilbúður á honum, hann í sama og í gær og verður áfram aldir. Hann hefur ekkert breytt sér. En ég svona í dag og allt öðru sig í gær og kannski, líklega, og kannski allt öðru sig líka á morgun. Ég bara einhvern veginn. En Kristur ekki einhvern veginn. Hann bara klettur og þessi klettur bara þarna. Þú þekkir hann. Þú getur dregið upp mynd á honum, þá sérðu sama klett og hann hefur alltaf verið. Og þú getur líka sagt við, ég vil fara þangað. Og þú getur farið þangað. Því að það ekki nóg að segja við, ég vil fara þangað og standa svo ekki á fætur og taka skrefin þangað. Nei, þú stendur á fætur og gengur þessa leið og ert svo innan tíðar komin á þennan stað, þar sem að uppörfunin þar sem að hvatningin þar sem vonin kviknaði og trúin glæddist. Og þú ferðaðar allt önnur manneskja. Ekki döpur og deburi, heldur glöð og glaðari. Þið sjáu þarna andstæður, algjörar andstæður. Og við spyrjum núna, á hvorum staðnum viljum við vera? Svarið liggur náttúrulega alveg ljóst fyrir. Að þetta viljum öll vera það sem gleðinni meiri og meira ríkjandi og meira svona kraftur og fútt í hlutunum. Er það ekki rétt?
Við þurfum að koma okkur þangað. Því það er ekkert þarna sem að heitir heimsendingar þjónusta. Ég verð að koma mér á alla þessa staði. Ég er ekki að tala um að fara að landshorn á milli til þess á hins staðis, því að þessi staðir sem við erum að tala um, þetta eru andlegir staðir. Þeir eru bara það sem þú ert. Og þú getur valið með afstöðuðinni að fara þangað bara hér og nú. Og þá gerur það sem ég er að segja, þú biður, það er nú eitt staður sem þú kemst á, og þú gerir svo næst, þú ert búin að biðja, þú tekur fram bókina, opnar hann og lest, það er annar staðurinn sem þú ferð á, svo byrjar þú að leyfa orðinu að tala til þín þar sem að það vil tala til þín, þú biður bara stuttabændir Drottins sem að ljúka upp fyrir þig því sem þú ert að lesa, og það gerist. Allt í hennu ferð að koma, ferð að fá hugsanir sem að, það sem þú ert að lesa og að fara nýjar vítir að kvikna og opnast, að því þú ert að biðja um það. Og Drottinn er góður Guð. Yfirskriftin á þessum þætti er hvað? Já, trú er að trúa Guði. Og það er eitt sem heldur í okkur lífinu. Það er eitt sem kveikir hjá okkur vonina, að við trúum Guði og trúum því að hann sé að segja okkur satt. Já, við trúum því sem hann er að segja. Og þegar hann segir það, þá vitum við að það kemur. Og bara það er vongefandi, en við þurfum að minna okkur á þetta. Af því þegar við erum að hinnustanum okkar í vonlausinu sem við erum búin að skrúa okkur niður í einhverja depurð, þá er svo langt í að menn fari að pæla í hinnu. Það getur verið mestu átök að skrúa sig aftur upp í þann stað að maður komist á þann stað að maður vilji hressa sig við í andanum. Og við hressum okkur við í andanum með því að færa okkur úr stað í andokkar. Þú getur setið áfram í stólunum þínum eða í sófanum með hvað þú ert. Þetta er ekki verið að tala neitt um það að fara til Reykjavíkur að Hafnarfjarðar eða norður og austur og Neskustad og svo fram. Þetta er auðvitað það. En þetta er bara það sem þú ert hér og nú. Það er það stórkostlega við það að þjóna Guði. Hann bara er þar sem ég er og það er allt þetta þar sem ég bara er hér og nú. Því að þetta fylgir mér. Þetta fylgir mér sem manneskja. Hvort sem mér líkar það betur að vera. Þetta fylgir mínu fallna eðli og fylgir mínu uppreisna manni, nýja manni sem að Kristur dó fyrir og gaf heila anand og reisti við. Þar býr trúin, þar býr vonin, þar býr uppörfunin sem ég þarf að sækja í og það er þetta sem ég er að gera og vill minna mig oftar en sjaldnar að ég þarf að vita að þessum stað, ég þarf að undirstrika þá með reglulegu millibili vegna þess að ég er maðurinn sem á það til að skrúa sjálfa mig niður og ég er ekkert einn um þetta, við erum mörg á þessum stað og kannski, og ég hygg reyndar að það sé ekki til svo manneskja sem ekki þekki þetta, en það er svona, menn eru náttúrulega misjafnir þarna eins og öllu leiti, en sumir fara oftar út í þessa sálma heldur en aðrir. En allir þurfa að glíma við þetta, en svo hafa menn lært það mikið margir, að þegar þetta byrjar, þá að finna þeirra að skrúa sig niður, þá byrja þeir bara aftur að skrúa sig upp og komast á þann stað þar sem að ég vil fara til vonarina, ég vil fara þangað sem uppörfunin er. Akkur segja menn þetta? Að þeir þekkja þetta. Og akkur þekkja þetta? Að þeir hafa reynt þetta. Og þeir reyna það góðu einu og vita að þetta gefur andlitinu og hjartanu alveg nýja vit. Og þeir eru tilbúinu til að fara að takast á við ýmis verkefni sem að vonleysi í raun var búið að stela frá þeim. Já, stela frá þeim, því að vonleysið er ræningi á sinn hátt. Akkur viljum við lúta ræningi? Akkur viljum við lúta á honum sem er bara í því að ræna frá okkur ýmsi sem er gott og göfugt? Hver skilur þetta blessaða mannshjarta? Svona er maðurinn líka. En hann er vitsmenn að vera, Guð gaf honum að læra. Hann gaf honum heila bók til að læra af. En bókin er gagnslaus ef við notum hann ekki.
orðin sem við höfum lært og numið eru gagnslaus ef við rifjum þau ekki upp fyrir okkur, ef við gæðum þau ekki lífið sjálf. Ég þarf að gæða orðin sem ég hef numið sjálfur, segðu þetta með mér. Ég þarf að gæða orðin sem ég hef lesið sjálfur. Það getur enginn gert það fyrir mig, en ég get og þú getur við mig, við getum hvatt hvort annað með þessum hætti að ég það minnst að benda á þetta að þarna sé nú allan að leið. Og ég tek við þessum orðum og færi mig af þessum stað vonleysis á stað vonarinnar þegar ég vil að hún kveikni aftur. Er það ekki bara gott? Ég sé bara gott við það, jú. En við þurfum að vilja fara þessa leið, við verum að vilja gera þetta. Og við erum hér að gera það sem við vitum að verður okkur til góð. Við erum á stað sem heitir uppörfun, hvatning og blessun. Þegar þetta er blessun. Vorum kannski á stað þar sem vonleysi var að éta okkur upp til agna og það sem ræningja. Við vorum að leyfa honum það. Þegar þetta er bara ræningi. Hann hugsar ekki það að okkur líði vel. Hann rænir okkur því sem til að bæta gráu svart ofan í deburðina sem kannski var nóg fyrir. Þetta hefur við ekki að líða. En við ráðum alveg sjálf á hvaða stað við erum. Eina sem ég get gert fyrir þig og þú fyrir mig í þessum tilviki er að bara uppörfa. Því að það er aldrei að vita nema komi kraftur með þessar uppörfun og hvað ofta reyndar hefur það ekki gerst að krafturinn hefur komið uppörfun frá öðru fólki sem hitti í mark og maður reis á fætur og fór að hefjast handa við það sem að gerir gott. Og deginum þar með hefur verið bjargað. Þetta er svo auðvelt að fara með sig út í eitthvað allt aðra sálma heldur en þessa. En þá skulum við vita það að það er til leið út úr þessu. Það þarf ekkert að verða út úr þessu neitt endalaust volaði. Það er bara mitt val. Rétt eins og það er mitt val að setjast niður og tala út uppörfun til sjálfra mín og þín. Og hvatningu til góðra verka og meiri dáða í Jesú nafni. Því alltaf endum við á sama stað sem trúafólk, við endum alltaf við þetta nafni Jesú. Sem allt þetta sem við þurfum að halda til að verða þetta upprétta Guðs fólk sem við erum, en þurfum stundum að hafa meira fyrir en ofta áður. Því stundum leikur allt í lindi hjá okkur og við betur fyrir það nú oftar, en svo koma einhverjir dalir sem eru góðir, við megum ekki gera lítið úr því, að þeir eru góðir til uppi staðið, því þeir drífa okkur meira afli inn á lendur drottins. Þegar við gerðum þetta þurftum að hafa jafnvel heilmikið fyrir því að komast inn á þessar lendur, en núna erum við það og við sjáum að grasið er jafngrænt og það hefur alltaf verið. Það var ekkert farið að fölna. Það fölnaði okkur að því að afstæðan var orðin þannig að okkur fannst jörðin vera farin að skrælna svolítið mikið. En núna komum við með réttum inn á öðrum forsendum og við sjáum að þetta er bara alveg eins og var þegar best var. Það hefur ekkert breyst neitt. Og við erum náttúrulega bara glöð með það og verðum bara auðvitað glöð með það, þannig að sigur sem að fólst í því að færa sig yfir á þennan stað þar sem uppörfunin er. Og við sáum að grasið hafði ekkert fölnanið. Það var ennþá jafngrænt, ferskt og safaríkt og það hefur alltaf verið. Þetta er sinn sigur. Svona getum við talað inn í okkur sigur og fengið sigur og líka uppgöta að við höfum margoft sigrað. Bara það svona afstöðu, við höfum sigrað þetta aftur og aftur. Við fengum hjálp við það, nú eða við bara gengum í sjálfu okkur og tölum bara beint við drottin sem er náttúrulega ekkit verra en eitthvað annað. En hvað það, út úr þessu kom von. Og við vildum fara að gera eitthvað í Jesú nafni. Við fundum að hjartað var aftur glatt og það var rótt og stillt. Og okkur leið vel undan. Þetta er allt þarna. Og ég er ekkert að segja neina nýja fréttir. Þetta fylgir, við lesum þetta í Biblíun aftur og þetta er leiðin. Þess að leiðin frá þessu fallna eðli
sem Kristur dó fyrir, gaf niður heilagan anda og reisti upp nýja sköpun. Og það byrjaði þessi slagsmál á milli hins fallamann og nýju sköpunarinnar. Og svo það spurningin svo alltaf, hvor hefur betur? Og þannig bara dagaspursmál á milli. Stundum hefur hitt betur og þá dettum við niður í vonleysi sem sinn staður. Og við þurfum að hafa fyrir því verulega að koma okkur yfir á þann stað þar sem að vonin kveiknu og allt lifir og hlær. Staður vonleysis staður sem verður að sjúga allt líf úr. Þann væri ekki vonleysi ef það væri ekki verið að sjúga allt líf úr. Og hver gerir þetta? Ræningin. Mitt eigið hold. Þetta falla eðli mitt sem fjall við skilnistri góðs og ills með innreið syndarinnar. Holdið mitt fullt af synd. Afstaða mín og eigin vilji bara fullur af synd. En það var aðskilnaður. Og Drottinn reisti upp andlegan mann, hinn raunverulega mig, og hann lifir, hann þarna líka. Og Drottinn að uppörfa hann. Takk til því, hann að uppörfa þinn andlega mann, ekki hinn. Hann segir, láttu hann bara deyja. Leyfðu honum að deyja og hverfa. Og hann segir mér það að ef ég sé ástundana samur í orðinu, þá muni það gera smátt og smátt að gamla eðli mitt muni deyja. En þú ert ekki að sjá neitt nýjan mann nema í hátterni og tali og hegðun allt saman það. Þú ert að horfa á sama andlit, þú ert að horfa á sömu líkamsbyggingu hefur alltaf verið. Þetta fylgir auðvitað mér svo lengi sem að ég lifi. En allt fas, öll framkoma og orðaval, það orðið nýtt. Það orðið guðlega. Að því leyti til hefur orðið mikil breyting á. En hitt allt þarna. Það hægt að toga það fram ef við viljum og við þurfum ekki að hafa mörg orð það því að þetta baráttumál manna og kvenna á öllum, á líklega meðan manneskjan lifir. Þá verður þetta baráttumál og alltaf spurningin hvorum megin ég vilji vera. Ég þarf að trúa að Drottinn sé Guð og segi mér sannleikann. Og ég trúi því að Guð sé Guð. Og ég þurfi á leiðsögnar og uppbyggingu og hvatningu að halda. Og hér við að hvetja hvort annað í Jesú nafni. Tendur þú nær frá hæðum sem þessi orð flutt frá. Og þú finnur hvernig hjartað að lífgast við aftur. Þú vilt hafa fyrir þessu. Þú gerir þig grein fyrir því að þú þarft að hafa fyrir þinni trú. Þú þarft að hafa fyrir því að koma þér af stað vonleysir, þunglindis og depur yfir á það sem að blessunin yfir á stað vonarinnar, yfir á staðin þar sem að allt fer fram á og menn gera það í gleði. Þetta ekkert fyrir harna lausn, ekkert fyrir mig frekar heldur en þig. Þetta vinna hins kristna manns. Og þarna í þessu liggja stæðstu sigrar trúarinnar. Það þetta, þau eru að rífa þig af þínu volæði yfir á stað vonar og góðra verka og það ekki átakalaust. Því að þú dettur inn í þitt eðli, mannlega eðli sem dapurt í eðli sínu. Það miklu meira fyrir því haft að vera glaður og vongluð, menn það ákvörðun sem þú þarft í raun að standa á alltaf. Eðlið annað, þú bara dettur inn í það. Þarft ekki að hafa neitt fyrir því, en þú þarft að hafa fyrir því að vera í það sem vonin það sem hvatningin það sem uppbyggingin fyrir fram í Jesú nafni. Það geta verið mestu átök að koma sér þangað og líka heilmikil vinna að halda sér þar. Og nú komum við að mætti ákvörðunarinnar og þeim krafti sem ákvörðuninni fylgir. En jafnvel ákvörðun sem þú tekur og fylgir þú finnur kraftin, þú getur líka slæft hana með tímanum og innan tíðar bara komin aftur á stað vonleysi þar sem að ryksugan að soga allt líf út úr öllum aðstæðum og kringumstæðum. Eins og í eðli vonleysis að gera. Og þegar hún búin að soga
burt einhvað af voninni þinni, þá fyrir að tókast yfir þetta þunglindið og sem að eigur á þetta allt, þessa vanlíðan og gremjan og kemur og allt sá pakki. Og þegar þú leifir þessu öll að koma yfir þig og ert bara það, þá sérðu það getur verið verstu og mestu átök að bara vakna og sjá og segja við sjálfum að ég vill ekki lengur vera á þessum stað. Og dratta svo yfir á hinn af því að þú þekkir hann, þú veist hvert þú ert að fara, þú veist að það er svo miklu, miklu betra fyrir að vera þar. Svona er líf mannsins. Þetta undirstyrkar það aftur og aftur fyrir mér að ég þarf á Jesú að halda kennslu þess að halda í dag. Ég hef verið kostgæfin við kennsluna og nema kennslu og taka við kennslu, en hún gagnast mér ekki nema bara stundum. Þess að þarf ég alltaf að vera í þessu. Og ég tel mig ekkert vera neitt veiklundaðri mann, heldur bara hvert sem er. En það snýst þetta ekkert það. Þetta snýst bara það að gera það sem Drottinn er að segja mér að gera. Og hann er að segja mér það að það er til staður sem heitir vonleys og depurð, það er líka til staður sem heitir von. Það sem að gleðin á heima, það sem að fögnurinn á heima, það sem uppörfunin býr. Og hann segir mér þess að dyr standi mér opnar þegar ég á villa sjálfur. Og hann segir mér líka að ég þurfi ekkert að fara það. Bara með því að minna mig á það sem ég á og leyfa kennslunni að bara viðhaldast í hjartanum mínu, þá er ég bara þarna. Ég er þessi glaða manneskja sem við öll viljum vera. Mér líður vel í hjartanu, af því að trúi mér segir mér að mér eigi að líða vel í hjartanu og ég eigi að stöðla því og vinna því að mér líði vel í hjartanu. Já, vinna að því. Og enn komum við að því að það er vinna að vera kristinn maður. Og enn komum við að því að sá sem ekki vill vinna, hann á ekki mat að fá. Sem sagt, ef þú vilt ekki hafa fyrir, þá munt ekki fá þann mat að komast aftur inn í vonina, komast aftur inn í uppörfun og gleðinu og allt það. Þetta er matur. Þetta er dýrindis fæða. Hitt er matur líka, en hann fer ekki vel í maga, hann fer ekki vel í hjarta, hann fer ekki vel í huga, hann fer ekki vel í mannin. En það andstæða. Komið af föllnu eðli, komið af honum sem að rændi hér völdunum. Og hann er bara í því að ræna. Og holdið mitt, ef það kemst upp, þá það ræni líka, því það tendrar og nært af þessu afli. En ég hef annað í mér. Ég hef gjöf heila sanda. Og það sem að Drottinn reisti upp í mér, sem er hinn raunverulega minn, andi minn sem Drottinn er að falast eftir og leggur á sig alla þessa vinnu, er með mig í gjörgæslu öllum stundum og hverjum tíma vegna þess að hann vil fá þetta. Hann vil líka að meðan ég er hér, að þá líðin mig vel og ég geri gott með höndum mínum og ég sé umfram allt glöð manneskja. En þetta er vinnan. Þetta er vinnan við það að vera trúuð manneskja. Hún felst í þessu. Þannig að þú sem situr í vonleysið þínu, ég bara hveti til þess að rífa þig af þeim staði núna og leyfa voninni að blása hjartaði. Og þú sér að þú þekkir þetta allt saman, það er bara svo miklu, miklu betra. Og þetta er líka alveg fær leið. Þetta er ekki ykkur bara fyrir sum að fara þetta. Það geta allir og líka þú, já. Af öllum fólki getur þú farið þangað. En þú gerir það sem allir aðrir hafa þurft að gera, þú færir þig set og flytur þig á þann stað sem á er skrifað von. Það er átök, það geta verið það, og kannski er sigurinn stærsti þar að koma auga á þann stað sem er á, sem heitir vonleysi. Þegar sum okkar erum orðin svo vön þeim stað, hann er orðin partur af okkur. Viljum við það? Ekki ég allavega.
Ég veit ekki með þig, þú svarar fyrir þig, en ég vil það ekki, nei. Og ég vil ekki dvelja á honum lengur en ég þarf. Og ég vil helst ekkert fara á hann. Og þess vegna sit ég með sjálfa mig með Drottin mér við hlið, sem að kenna mér leksíuna, sem heldur mér við þann steðja, sem góður steðji, sem kletturinn sjálfur og fer ekki neitt. Trúin mín alltaf að undirstrika alls konar svona við mig. Þessna vil ég eiga mikið að trú. Þessna vil ég þekkja orð Guðs rétt og þekkja hann í anda mínum, það sem þekkja ber. Því það andi minn sem drífur mig á alla þessa staði, ekkert annað. Hjá holdinu alveg sama hvar ég þannig sé hvort mér líði vel eða illa. Það hugsa bara sjálft sig, þetta hold. En andin tendraður og nærður af Drottni sjálfum og Drottin hugsar velferð mína. Hann hugsar ekki bara sjálfan sig, hann hugsar líka velferð mína. Nú ég tengdur þessi afli sem að gerir þetta og mér því ekkert að vanbúnaði að drífa mig á stað. Og ég mun alltaf á hneip frá honum sem að frelsaði mig og reisti mig upp sem nýja sköpun þegar ég á hinum staðnum, volaði staðnum. Þannig að ég segi við mig, drífðu þið af þessum stað og komdu þér þangað þar sem vonin býður eftir þér fagnandi. Og það mun gerast. Tekur kannski smá tími að gera, en það mun gerast að því að viljin til staðar. Viljin verður ekki tekin frá okkur að þessu leyti. Að því við þekkjum hann sem við trúum á og við treystum honum að segja okkur satt. Og það Jesú Kristur sem við drugum hring utanum. Og bara Jesú Kristur. Þannig að við sjáum að við getum alveg breytt okkar lífi. Þú getur alveg breytt deginu frá því að vera döprum degi yfir það að vera glaður dagur. En eins og við vorum líka að segja á þann, að þetta byggist alltaf því að ég vinni þá vinnu sem þarf. Það ekkert fyrirhafnalaust í lífinu. Ekki neitt. Það gerist ekkert af sjálfu sér. Það gerist ekkert bara með því að sitja og horfa á vegginn og inn á milli upp í loftið. Það svo sem tími fyrir það, en það líka tími fyrir allt hitt. Og ég þarf að fara á stað. Og ég þarf að undirbyggja ýmislegt og gera ýmislegt til að mynda það að fá til mín vonina. Og þegar vonin komin, þá hjartað náttúrulega komið í gang aftur og vonleysið ekki þarna lengur. Og all afstaða mín hefur breyst með þetta að leiðarljósi vonina. Og ég sé lífið á nýjan hátt eða eins og ég sá það áður en ég datti í vonleysi. Þetta allt þarna til staðar. En hvað við að nota og hvar við að festa okkur? Í von eða vonleysi? Í uppörfuninni eða óuppörfuninni? Það sem engin uppörfun þar bara sogast allt út sem heitir líf með tímanum. Og þegar á lífið farið, þá kemur allt hitt yfir sem við viljum ekki. Eins og vonleysi, gremja, reiði, biturleiki, allt saman þetta sem maðurinn með í sér, en ræður hvort hann virkjar eða ekki. Eins og hann ræður því hvort hann virki vonina og þykki uppörfunin og hvatninguna sem gerur honum bara gott. Hvernig lífi vil ég lifa? Og hvað ég tilbúin til að gera til að eignast þetta líf? Hver og einn verður bara að svara þessu fyrir sig, þegar ég get bara auðvitað að svara fyrir mig og ég vil að lífið mitt sé lifandi. Og hlaði von og uppörfun og kærleika frá Drottni. Og ef ég vill þetta, þá held ég mér á þessum stað þar sem þetta reglulega framborið og bara til staðar fyrir þá sem eru. Þetta staður. Þetta sinn staður. Rétt eins og allt hitt sinn staður. Þetta allt staðir sem þú ferð á. Hvað fíkt til að mynda annan staður sem þú komið á?
þú bara allt í einu dettur ekki inn í ykkur fík. Það ferli sem þú veist að þú ferð í, hvort sem þú veitir því athygli og meðan að ferli í gangi, en allt í einu ertu komin á staðinn þar sem að fíknin bara gleipaði með húð og hári. Þá verður erfiðara fyrir því að brjótast þaðan út, en þú gast á ferlistímanum stoppa það. Best að stoppa allt svona strax. Rétt eins og best fyrir þann sem á til að detta niður í vonleysi, að stoppa þetta vonleysisferli strax. Rétt því sem að það færa vaksa lengur með þér, að þá verður erfiðara að rífa sig upp úr því aftur. Því að þetta svo mikið afl í þér að þú bara, það kemst eiginlega ekkert að nema þessi hugsun, þessi vonleysis hugsun. En svo allt í einu hnift í því sem heilagur andi gerir, Drottinn Jesús, og þú rankar við þér aftur og byrjar að skreiðast þarna yfir á hinn staðinn að því þú veist hvar hann og veist hvernig hann og þú vilt ekki lengur vera á þessum stað deburðar og vonleysi og rífur þig upp. Og hvað gerir? Þú hefur sigrað í það skiptið. Hann har telt upp sigrana sem þú hefur fengið í Jesú nafni. Þeir eru fleiri en þú heldur og hyggur. Þetta líka uppörvandi fyrir mannin þegar hann fer á þennan stað, að hann fer að minna sig á þegar hann sigraði þarna, þegar hann sigraði þarna, þegar hann sigraði fristinguna, þegar hann sigraði fíknina og svo framvegis og frættur allt sigur staðir. Þess vegna gott að vera inn á því svæði þar sem að uppörvunin og hún að minna okkur á allt þetta sem hér hefur farið fram. Og þú átt sumt af þessu sjálfur og sjálf. Og það verður ekkert frá þér tekið, en kannski ertu akkurat í þessum töluðum orðum á deburðarinn á stað. Og þetta getur hjálpaði til að velta hinu fyrir þér og það kveikir bara von eitt og sér. Og þá hefur sigurinn unnist í raun og veru, því að þú heldur áfram að byggja á voninni sem að bara kveikiði gleðin á nýjan leik. Og þú verður starfsfús manneskja. Og ákveðin í að halda þér bara þarna, hvort sem þú gerir það eða ekki, því að þannig nú bara með okkur að blessaða fólkið að við náum einhverjum hæðum svona svo alltaf fara að draga úr aftur. En það líka gott, því að ef við förum ekki niður á milli, að þá höfum við svo mikið tilhneigingu til að gleyma Guði. En þegar við erum komnir á einhverju örvæntingarstað, þar hrópum við alltaf á Guð og við förum aftur í gang. Svona bara Guð, svona maðurinn. En Drottinn hefur læst hendi sinn í mína hendi, hún bara það. Hann hefur sagt, ég mun vel fyrir sjá. Og hann gerir það, af því að ég trúi og ég treysti Guði. Og mér gangi það kannski misjaflega vel að treysta honum, eins og yfirskriftin á þættinum trú að trúa Guði. Og hann að tala hérna til okkar uppörvandi orð, sem að hjarta þitt staðfestir að sé frá hæðum. Og þú veist allt það mikið í trúni að þú hefur verið á þessum stað þar sem vonin flæðir þig, þar sem birtan leikur þig og hvergi skuggi að sjá. Svo hefur þú líka verið þar sem allt baðað vonleysi og í raun bara myrkri. Og þú veist að sá staður étur þig upp. Það ekki rétt? Jú, þú veist það. Þessna höfum við þetta val. Við höfum trúna. Við höfum þennan valkost. Og dagurinn í dag valkostur eins og allir aðri dagar. Ég ætla að velja vonina með Jesú Kristi. Ég ætla að velja uppörfunina í Jesú nafni og ég vil vera uppörfun fyrir einhvern mann og einhverja konu sem í og með þessa vegna sem ég að gera þetta efni. Ég ekki bara að gera þetta fyrir sjálfa mig, ég að gera þetta fyrir þig sem að nýtur og blessast af rétt eins og ég. Þá við allavega 2 manneskjur sem blessastum af og þá sigurinn unnir. Þannig vill Drottinn líka vinna. Hann vill að við séum blessun hvort fyrir annað. Hann vill að við séum uppörfum hvort fyrir annað og ég manneskja sem á til trú og hef þetta allt í mér. Já, líka þarna
þarf ég að koma mér á þann stað sem heitir trú, sem allt þetta býr í. Og ég hef orðið sem að kenni mér allt það hvernig ég á að gera þetta. Og ég vil gera það eins og orðið segir, vegna þess ég trúi því að það sé að ráða mér heilt í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra sinni og veit að þú hefur fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því að þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.